Hey folks, velkomin í flæðisgerið með Rökkva og Jóa og hjá okkur í dag verður gítarsnillingurinn og grínistinn Andri Ívars sem hefur aldeilis skotist upp á stjörnuhiminin svona síðustu 2 árin. Já, góðan daginn, velkomin. Sælir og sælir, virkilega gaman að vera góðinn. Já, á morgun þá fer að verða löglegt að syngja jólalög aftur. Æðislegt. Fara eitthvað í það? Ég á löngu byrjaði sko. Já, það ekki? Erum við ekki bara kátir fyrir jól? Jú. Léstemning? Við já, það bara ágætis trafík svona yfir jólinn og hérna. Er það svona eins og í ykkur prestunum, þetta svona vertíð? Jú, já, sem að maður er náttúrulega líka í músíkinni þá hérna, til dæmis ég með jólatónleika með Stebba Jak sem við dimmusöngvara. Við verðum 8. des á Akureyri Grænahallinum, 9. des á Sauðakróki og svo 10. hérna í borginni Kaffi Rosenberg, þar sem við höfum mikið verið. Það er svona svolítið blanda af gríni og músík og þetta verður svona, við höfum verið að gera þetta svolítið á Kaffi Rosenberg og núna verður þetta svona á jólalegri nótunum. Pétur, þú og hérna Stebbi hafi verið með, eða ekki fésbókarsíður? Jú, föstudagslögin, já. Já, þið erum með það. Alveg rétt, mér fannst ég kannast í andliti, sko. Já, þarna koma. Og þetta vakið mikla athygli, sko. Já, þetta er búið að vera frábært og hérna ganga vel. Já. En við byrjum bara alveg á byrjuninni að þá hérna þú ert bæði tónlistarmaður og í rauninni grínisti og uppstandari allt í bland, en þú byrjaðir í tónlist? Já, maður spilaði mikið hérna á rafgítar sem strákur og hérna alltaf að reyna að læra öll Iron Maiden sólóin sko og hérna það var svona mitt lífsgól, þá ég bara sáttur í ellinni ef ég væri búinn að læra öll Iron Maiden sólóin sko, ég hlustaði bara á Iron Maiden í svona 3 ár og hérna svo hérna fór ég í tónlistarskóla FIH og læriði svona jazz og svoleiðis og útskrifast þaðan 2012 og svo ég að kenna svona eitthvað eftir það en svo fer ég í tölvunafræði eins og hérna fyrta í fótspor þín Rökkvi. Já, nákvæmlega. Þú varst mikil inspiration í því. Ég kom svo eittur hérna hlaupandi í kraftskólanum mínum úr vinnunni af því að ég var beðin að gera eitthvað rétt á hann ætla að koma hingað. Einmitt. Mætt og sýnt. Einmitt. Og hérna en nei, ég sem sagt ætlaði bara ekki að vera tónlistarkennari allt mitt líf. En svo svona upp frá því þá kynnist ég Stebba og maður fyrir að spila rosalega mikið á kassagítar með honum og svona kassagítarinn var svona rosalega mikilvægur í þessu gríni náttúrulega og ég sá það að það var hægt að gera eitt og annað á kassagítarinn svona einn og hérna það einhverju svona stemming sem næst upp þegar að fólk sér mann með gítar sko og hérna það hjálpaði mér rosalega mikið í gríninu og maður byrjaði svona að syngja svona grínlög sem að fólk tók svolítið eftir og maður vann sér upp svona ákveðin nýs og já þannig fór þetta vola mikið á stað svona hægt og núna þetta orðið mín vinna annars vegar að flytja svona gítar uppistand og með grínlögum og hérna bröndunum minna milli og svo að spila svona með honum Stefáni við komum fram vola mikið 2 og erum að segja brandara svona og spila svona guilty pleasure lög frá 8. áratugnum. Það má eiginlega segja mitt þarna að þessi fésbókarsíða þarna, þar sá ég nú Stebba fyrst sko. Já, nú. Já, ég sá þar fyrst. Já, það er svolítið skemmtilegt sko, eins að ég var svo að spila með honum hérna, ég tóku uppistand á Eistnaflugi núna og víst að Stebbi var á svæðinu og fekk ég hann til að taka lokalagið með mér sko. Og svo kom bara einhver gella upp á honum og eftir giggi og spurði er þú ekki gítarleikarans Andra Ívars? Vissi ekkert hvað þetta dimma var sko, en fannst hann alveg æðislegur með mér sko. Það sem Stebbi var upp með sér sko. Nei, sagði ég gítarleikaran? Ég sagði myndi söngurinn Andra Ívars. Já, það er máli hérna, en það má ég segja að þar einmitt á þessari síðu þar sem ég oft kíkt á hana að þar er algjört gítar uppistand sko. Jú, það er svolítið henni. Já. Gaman að þessu. Það er alveg satt að í rauninni kassagítarinn og uppistand fara svolítið saman sko. Það er svolítið erfiðar að vera með uppistand með rafmagnsgítar. Já, það er svona Þeir eru svona hérna í íslensku Tenacious D. Jú, allir ekki bara. Það er ekki leiðum að líkjast og Tenacious D voru vissulega mikið hérna mikill innblástur í það sem ég er að gera og líka náttúrulega Flight of the Conchords eða þetta ekki þá? Já, þeir eru alveg frábærir tónlistargrínistar
og það er að ýmsu að taka þegar að maður fyrir að gera grín að tónlist og slíkt sko. Þetta er alveg rosalega frjór jarðvegur tónlistagrínið. Ég man alltaf þegar þú byrjaðir í tilraunuppstöndunum hjá mér að þá einhvern veginn leið þú byrjaðir að taka gítarinn að þá einhvern veginn bara skaust upp á stjörnuhiminin og aldrei sé neitt ná einhvern veginn eins hratt sko árangri í grín eins og þig tilraunar. Já, gaman það. Já, eins og segi, þetta var svona ákveðin nýs og fólk var ekki vandi að sjá þetta allavega á Íslandi. Það líka eins og segir, það ekki svo margir í akkurat þessu. Nei. Þannig að þú nær svolítið að eiga þennan markað, það kannski Svavar Knútur svolítið með grín sko, líka í bland við trúban, en hann meira tónlistarmaður. Hann náttúrulega alvöru gefinn tónlistarmaður, svolítið allavega talsveit meir en ég allavega, en hann náttúrulega líka bara virkilega góður söngvari og flytur lögin vel. Ég læt svolítið bara, þú veist, hlátur fólksins ráða tempónu og svona. Þannig að það náttúrulega fyrir öllu hjá mér að láta fólk hlæja sko. Lögin eru náttúrulega bara svona uppistandsbitt sko. Mér finnst það mjög mikilvægt að það sé hlegið eftir hverja einustu hendingu í laginu helst sko. Já. Þetta er náttúrulega ræða sem ég hef haldið yfir rosalega mörgum svona byrjendum uppstandi. Þú veist, þú verður að vita hvenær hláturinn á að koma. Já, einmitt. Það ekki bara tala og reyna að finna það út. Þú þarfst að vita hvenær þetta fyndið. Einmitt. En þú ert uppálega að norðan eða ekki? Ég er Akureyringur, ég er einmitt útskrifaðast úr menntaskólanum á Akureyri 2008 já. Og kem þá í borginu og fyrr í FIH. En ekki í rauninni mjög öflugt menningarlíf á Norðurlandi? Ég myndi segja að það var geislega öflugt í bjóð þarna tíma. Jú, örugglega og hefur fæst svolítið aukanaldi bara. Það var alveg æðislegur svona byrjendapunktur hjá mér í músíkinni að þar kynntist ég líka Alberti Sigurðssyni og við fluttum rosa mikið tónlist og svona, svona með grín ívafi í menntaskólanum á Akureyri og þar var líka rosalega öflugt tónlistarlíf sko. Og mikið að tækifærum til þess að koma fram en vissulega þetta er menningabær. Er auðveldara fyrir til dæmis Akureyringa að slá í gegn í sínum heimabæ heldur en til dæmis fyrir Reykjavíking að slá í gegn hérna í Reykjavík? Já, þetta er áhugaverð spurning. Ég myndi segja það að það er ávinningurinn allavega ekki samt jafn mikil sko, því að ef þú verður bara svona þekktur fyrir norðan og býrð þar kannski að þá er náttúrulega, þú veist, það er minna að gera, það er minna af corporate gigum og svona og þannig að það er rosalega mikilvægt að vera þekktur í borginni ef þú ætlar að hafa að þessu atvinnu og já, þannig að Er þá kannski meiri rígur milli hljómsveita fyrir norðan og tónlistamann og listamann yfirleitt? Veistu að ég bara þekki það ekki nógu vel sko, ég er svo langt síðan ég verið þarna, ég hef ekki búið hann í 8 ár en allir, menn sé ekki bara vinir en það er náttúrulega augljóst að Akureyri hvað 18.000 manna bæri eða eitthvað, þú Kópavogur þegar komin upp úr því, þannig að það er náttúrulega augljóst að það er minna af í rauninni tækifærum, atvinnutækifærum en það sem ég er rauninni að segja er að mér finnst Akureyri sko og Norðurland meðan við smæðina rosalega öflugt í að halda samt uppi í rauninni eins og einhverju svona áhugamann sinfoníu og þeir eru með sinfoníu, vissulega og Hof náttúrulega var mikil kærleiki fyrir Akureyringar held ég held að sé að flesti bara mjög sáttir við það að eiga svona rosalega flott svona tónleikavenjú og ég held að væntanlega eru svona hljómsveitir mjög og svo sem með Ísland hafa verið með sýningar og alls konar, þetta er náttúrulega bara svona gott venjú fyrir flotta tónleika þú veist, og ég held að það hafi verið svona mikil vöxtur í því eftir að Hof var sett á laginnar eftir að Hof var byggt. Helst engin spurning og þið hefur náttúrulega, þú veist að BK hafi verið duglegar að fara aftur. Já, og það er, og svo náttúrulega græni hatturinn, það má ekki gleyma honum sko. Við erum alltaf á græna hattinum sko. Og ég hef verið með uppistand þar líka, það er líka bara rosalega kósí staður, það er einhver svona góður andi yfir þeim stað, ég meina, græna hattinum og það er bara alveg frábært venjú fyrir svona, þú veist, eins og okkur tvo og sem á stærri hljómsveitir en alveg príma fyrir svona lítil akt eins og kannski KK
Einan og eitthvað svona, þú veist Ég hef bara heyrt gott þennan stað Já, æðislegu stað Úr öllum áttum Einmitt En það kannski ekki meira að þú ert að segja að verða svona hetja á Akureyri það ekki svolítið meira kannski þannig að þegar þú kemur af minni stað, hvort sem það í eitthvað bæjarfélag eða Ísland í heild sinn og ferð út að þá ferð alltaf svolítið svona aðdáan ef þú nær langt einhvers staðar á stærri Jú, allir ekki Þú sér bara hvað heitir hann ekki ekki Múkisson heldur Ásgeir Trausti, hann ekki var Laugabakka pínlítið staður Alltaf bara hann stórstjarna Já bara bæjarhóti hvers skipti sem hann heldur tónleika í Hörpu Er ekki Múkisson líka svona hetja á öllum Vestfjörðum? Jú Og svo svona fyndið þú koma færeyskir tónlistamenn eins og Jógvan og Eivur og eitthvað svona og þau verða hetjur í Færeyjum af því þau eru fræg á Íslandi Já, er það svoleiðis? Svolítið, já Ég veit nú ekki hvort að ég sé hetja á Akureyri ég þarf bara að spyrja einhvern Akureyri Við prófa að fara ángað Kannski að prófa En Hvort fólk þekkið yfirleitt á Akureyri eitthvað Já, ég veit það ekki en allavega hefur verið bara mjög vel sótt á þau uppistönd og þjá tónleika sem ég hef verið að spila þannig undanfarið Ég satt við það og ég er alltaf ótrúlega gaman að koma að það og spila á einhverjum tónleikum og fara svo á götubarinn sko. Jú, það er aldrei leiðilegt En áttu þér eitthvað svona uppáhaldstæð út á landi fyrir utan Akureyri svona til að koma fram á? Já, líka í Valaskjálf á Egilsstöðum Já ég hef verið þar með tók svona sýningum með Íslandi og í apríl og núna í sumar með Stebba það er líka bara rosalega góður andi yfir þeim stað vil ég meina líka þannig að það var alveg æðislegt Finnst þið skemmtilega að spila á litlum stöðum heldur en stórum stöðum? Þetta er góð spurning, ég veit ekki alveg en eins og með Valaskjálf það er nú alveg svona frekar stór staður sko Þannig að við einu sinni komið fram þar og það voru kannski svona 15-20 manns það var heldur lítið virkar frekar tónlegt Það er fólki sem var að þrífa Já, fólki var að þrífa, já En já, ég sem sagt eins og þegar ég var með Íslandi það voru 300 manns annars sko maður fann nú ekki fyrir þetta maður var komin á eitthvað lítinn stað en hvað var þar með þú veist að koma fram fyrir bara lítið af fólki og versus mikið af fólki að það getur bara verið mjög gaman að koma fram fyrir svona einhverja 30 manns ef að það myndast bara sterk tengsl milli manns og þessa litla kráts og þá er það bara yndislegt en það er kannski jafnvel þeim mun vandræðalega ef það gengur illa sko. Já, þá horfir virkilega fram í hvern og einn og sérð í rauninni vonbrigði allra í salnum þegar þeir eru 5 eða eitthvað þessi er í fílu, þessi líka En það ekki myndi ákvæmt svolítið mikilvægt fyrir þá sem er á þessari braut að einmitt mynda þessi tengsl við sína sín hóp Jú, það er náttúrulega það sem ég reyni líka er að láta þetta ekki líta út fyrir að ég sé bara komin til að flytja eitthvað leikrit að ég sé svona komin svolítið til þess að svona bara til þess að vera í svona casual stemmingu með liðinu sko, þú veist og svona, þú veist, er með ákveðin formála kannski, þú veist, áður maður byrjar á efninu sínu þar sem ég tala kannski aðeins þessa aðstæður sem maður er í og svona sko, þannig að þetta sé ekki bara beint brandara nummer 1, byrja núna Það er náttúrulega svolítið galdurinn við uppistand og götulist oft líka og margt svona er að láta þetta lít út, þetta er alveg í rauninni þaulþjálfað og mjög fyrirfram ákveðið en láta þetta lít út eins og sért bara þú hefur bara mætt og þú sitt bara að byrja að spjalla ekki spurning og það er alveg ótrúlegt meðan við hef séð til dæmis hann Lee Nelson, Wally trúðinn, að hann lítur út þegar þú sér hann í fyrsta skipti eins og allt bara detti allt í hug á staðnum og eitthvað svona svo sér maður nokkur sinnum og maður veit bara hann á svona nokkur svör í pókahotni og þetta lítur allt út eins og hann sé að gera þetta í fyrsta sinn og þetta hef allt komið einhvern veginn bara af sjálfu sér það er ótrúlegur galdur á bakvið það ég veit hvað hann Wally, kannski ég var að tala um hann þetta snýst mig, þetta viðtala en er hann svona svolítið að koma fram
hann náttúrulega sirkustjóri Íslands og Já, hann já, hefur já. verið svona með gödulist Já, ok það sem hlutir ófyrirsjáanlegir, það lappar einhver inn í atriðið hann svo reynir að faðmanni eða öskrar á hann og hann þarf að bregðast við öllu jú, og hann svarar það alltaf rosalega, þú veist, snöggt og eins og það sé alveg spontant en oft heyrir maður síðan aftur sama svar koma við svipuð áreiti hún er safn í sarpin þetta ekki spunni Já, þetta vissulega spunni en maður með hins vegar svona efniviðin, já. Maður þarf að vera spontant en svona það svolítið svipað með og steppa sko. Það koma einhver tegund aðstæðum sem maður á einhver svör einmitt í pókaháttinu við, það skemmtilega punktur. Og svo dettur næst eitthvað í hug bara á staðnum og þá áttu þau pókaháttinu næst. Já, það má vera einmitt. En hvað ertu að halda svona reglubundin uppistönd eða hvernig? Já, sko aðalega náttúrulega kem ég fram á svona þú veist, einhverju fyrirtækjagigum, einhverju svona starfsmannagleði og árshátíðum og jólahlaðborðum og svona, sko, þú veist, en svo kem ég svolítið fram líka svo kem ég svolítið fram með hóp sem að kalla sig haha voða fyndið sem hugleikur og Bylgja Babylons og fleiri og við erum við höfum verið að koma svolítið fram á Rósenberg og erum með jólasýningar 3. og 10. í Tjarnarbíói og en það rosa mikið stuð líka en aðalega þú veist, maður ekki að selja inn á þetta svona sjálfur, þá maður bara yfirleitt fenginn svona við einhver tilefni sko. Og það hefur verið mjög mikið að gera í því en hins vegar ég og Stebbi verið svona duglegri að halda tónleika, ég erum alltaf með tónleika svona einu sinni í mánuði sko. Í Reykjavík til að halda því við halda því við, já og svo komum við líka inn sem svona 20 mínútna atriði í svona svipuðum aðstæðum eins og ég var að lýsa á hann fyrirtækjagigum það náttúrulega miklu meiri peningur í því af því Ísland ekki það stórt að þú færð ekki 8.000 manna Já, það náttúrulega, sko, ég held að það sé svolítið ástæðan fyrir því að Ísland uppistand sé svona gott almennt, uppistandarnir þurfa virkilega að taka mikið af corporate gigum og þetta erfið gig, þú veist, maður kemur inn og maður þarf að skemmta fólki sem maður veit kannski ekkert hvern maður og ekkert komið til þess að horfa á mann, sko, þannig að maður þarf að vera mjög góður Já, þú ert bara auka aðrið Já, maður bara eitthvað, hver þetta? Akkur hann komin upp á sig? Ég ætlaði bara að tala við vinni minn og svo þá verður maður svolítið að samna sig og þetta erfið gig og maður þarf að vera rosa snappi og góður, sko Já, það allt örvísi að grípa athygli fólks heldur en það komi til að horfa Já, svo náttúrulega svo verða þau gig þegar fólk búið að borga sig inn á mann, þau verða svo bara alveg draumur eftir að maður búin að taka mikið af corporate gigum sko. En þau líka oft svolítið svona kröfuharðari nú komum við og borguðum okkur inn nú viljum við sjá eitthvað gott Já, en hins vegar svona fólk náttúrulega yfirleitt þeir eru skapið til þess að láta það skemmt sér Mér hefur svona stundum fundist þetta öfugt við marga grínst að flestir segja mitt það draumurinn þegar að fólk borga sig inn til þess að koma að horfa á þig Mér hefur stundum fundist þetta öfugt ég hef kannski verið heppin með þær pantar sem ég hef fengið Mér finnst oft svona eins og fólk verður glatt að einhver kom ávant og skemmti þeim frekar en það kom og þú veist það ætla að láta skemmta sér en ég hef hugsað mínu upplifun sé eiginlega mjög öfug við það sem allir að segja og eins og ég segi kannski þetta bara heppni eða hvernig ég upplifi heiminn bara brenglað ég veit það ekki En annars ég ekki að draga því að mér alveg æðislegt að taka svona corporate gig og bara það bara rosalega skemmtilegt challenge að vinna fólk á sitt band sko og og gengur það verður það gengur mjög vel, maður svona svolítið likeable með gítarinn verið stjóra og fólk, maður fljótur að fólk að vinna fólk á sitt band með held ég gítarspilinu sko. En núna einmitt þannig sko að tónlistarmenn bara fólk svo hver annar og menn misjaflega upplaður og þú kannski búin að ákveða með viku fyrir verður gig og svo gerist eitthvað í þínu lífi og það allt ómögulegt einhvern veginn og samt þarfst að fara þarna og skemmta fólki bara drekkum að bara 3 kaffibólla og hættir svo væli fyrir bara búið það bara hannig, maður verður bara að fara í einhvern karakter Þetta þjálfast náttúrulega með tímanum sko. En ég myndi segja að þetta fyrir mína parta að það erfiðasta í skemmtarnbransanum að ég hef stundum upplegað eins og þú segir sko að ná sambandi við fólkið
að ef maður bara alveg öfugur einhvern veginn, maður pirraður eða reiður eða eitthvað og nær kannski ekki að fatta að þú ert pirraður og reiður áður en þú ferð á sviðið, skilur að þú fattar ekki, þú þarft að laga hvernig þú ert og svo byrjar bara einhvern veginn að keyra eitthvað prógram og þú fattar bara að þú ert ekki með neinn tengsl áhorfendur. Það í rauninni það versta og það kannski svona það sem ég myndi segja að vera erfiðast í uppstandi og kannski ástæðan fyrir því að hverju maður ætti í rauninni ekki að vera í skemmtibransanum maður hafi gaman að því. Já, þetta er náttúrulega fyrir 1, 2, 3, þú að elska það sem þú ert að gera, annars náttúrulega gengur þetta ekki. En þú ert tímabili lífinu það sem þú hatar allt í að koma fram að þá skal bara taka pásu. Það er svona, það myndi vera svona mín upplifun af því. Já. En allt þetta er náttúrulega þjálfun, bæði að svara áhorfendum og koma sér í eitthvað svona ástand. Já. Rétta ástandið, þess að skemmta. Já. Þið hlusta á Flæðiskeri útvarpið sögum, Jóhann Kristjánsson heiti ég og hann hjá okkur Andri Ívarsson, tónlistarmaður og uppistandari, tónlistar uppistandari, getur ekki sagt það? Það er ekki bara fínt. Það er ágætis starfsheiti og við komum hérna rétt á eftir, við ætlum að fara í auglýsingar. Dire Straits, Sultans of Swing, besta lagi heimi, góðu gítarinn í þessu. Já. Þetta er flott. En við vorum aðeins að tala í rauninni skemmtanir fyrir fyrirtækjúsleiðis. Já, og þeir að hlusta á Flæðiskerið út af sögu, Jóhann Kristjánsson, Rökkvi Estinsson og Andri Ívarsson gestur okkar. Já, líka það. Svo höfum það að finna. Já, svo fólk hafi frame of reference eins og kallað á ensku. Já, og hann gítarleikari. Já, en við vorum að tala fyrir hlýja, vorum svolítið að tala að skemmta fyrirtækjum og starfsmannafélögum og svoleiðis. Og mér langaði svolítið að spyrja þig, hefurðu lent í einhverjum svona leiðilega starfsmannum sem rópar framjó svoleiðis? Ekkert svona crippling þannig sem maður bara hefur eitthvað að skemmta en maður bara maður svona bara grínist aðeins í hann vinnustæða grínarinn mætur eitthvað svona ekkert en fólk já ég hef ekki lent í neinu bara catastrophe eins og maður segir. Ekki þannig, en þú? Já. Ég held að gítarinn sé kannski svona aðeins þannig að fólk sýnir mér í virðingu. Já, fyrir utan að þú ert svona meira svona lovable heldur en ég, þú veist, það er svona auðveldur að elska þig einhvern veginn, ég er svona aðeins meira gerpi. Ofta hrópaði eitthvað á mig, sko. Og hvað er það versta sem þú hefur lent í, Rökkvi? Ég hef lent í manni sem hrópaði stöðugt frammi fyrir mér, en það sem svolítið fyndið að það ofta eitthvað leiðinlegur á vinnustaðnum. Og nefnilega öllum samstarfsfélögum manns finnst hann líka leiðilegur. Þannig að þeir verða oft bara glaðir þegar þú í rauninni setur ofan í það. Og eftir dónalegur og eitthvað svona. Okay. Þannig að ég hef lent í til dæmis einhver ég var eitthvað að tala sagði eitthvað ljótar konur í einhverju samhengi og sem móðgast bara. Og hvað meinar þið? Það er ekkert til sem að heitir ljót kona. Eða eitthvað bara, jú. Veist, ég var í heimsókn hjá þér þegar þú varst í vinnunni í dag og eitthvað svona og eitthvað hefur þú ekkert mann séð ljóta konu bara já, ég var í heimið að þér í dag meðan þú varst í vinnunni og allir sprungur hlátur í skilur og greikaurinn og svo sem sagt fekk ég kvörtun daginn eftir yfir ég hefði kallað konuna einhvers ljóta eins og hún hefði verið á staðnum og ég hefði bent á hann og bara gefið kona er ljót Jú, og þú veist en málið er að Rökkvi, hann kann sér svo fá mörg sko hann er svo hömlulegs en það finna að fólk einmitt eins og ég segi það oft líka leitt á þessu fólki þetta kannski einmitt smarta sinna á vinnustæðinum og það verður glatt eða einhver annar stingur en það ekki allir vinnustæði með eitt svona vinnustæðagreinara? Allir það ekki? Jú, allir það ekki að því að vinnustæðir eru ekkert annað lítil samfélög Jú, eru það og mjög stór náttúrulega og það eru kannski einhverjum finnst hún að vera augrað með þegar kemur einhver annar fyndi gaur að segja brandara allu starfsfólkinu. Já, ég hef bara séð það einmitt að ég hef verið á svona stóru vinnustað og þar var svona vinnustæðagrínar en svo kom annar sem var svona að reyna að taka á hana titil og það var svona reyfrildi milli þeirra það var svolítið gaman að því. Hver er svona vinnustæðagrínarinn hérna? Já, hann var góð spurning við heldur síðan bara öll eða ekki á vissan hátt. Er það ekki? Já. Það var allir gaman að tala á. Já. Og já, það er bara gaman að því Já, flott Ég er eiginlega bara ekki nógu mikið ég hleypingað og hleypi út Þannig að hann er ekki með titil í hér Ekki með titil, nei þið eru kannski þú veist, hittist ekkert það mikið einhvern veginn Jú, við gerum það náttúrulega erum hérna allan daginn Jú, já, ok, það er bara Rökkvi sem Það er bara Rökkvi sem er á hlaupum Já, ég er hérna rétt nógu stutt til þess að enginn fara að hata mig Ég skilji
Ég svona yfirleitt misvinsæll á mínum vinnustöðum. Ég skil það. Þess að hleypa hann á milli sko. Ég tek stundum mín kast sko. Þetta svo að ganga á heitum kólum, að ganga hratt, þá finnum við ekki fyrir því. Já, þetta svona, en þú þarft að vera kveð okkur. Þú ert að fara eitthvað að vesenast. Ég þarf að fara að vesenast. En ég segi bara takk innlega fyrir mig, það var virkilega skemmtilegt. Já, endilega mæti Tjarnarbíó á uppistandi. Tjarnarbíó, 3. des og 10. des. Já. Og föstudagslögin líka verða með jólatónleika 8. á Akureyri, 9. á des, 9. á Söðukrúki og 10. á Kaffi Rosenberg sama kvöld og uppistandið Þannig að þið takið föstudagslögin úr netheimum og færið yfir í kjötheima. Já, það er svolítið þannig. Þetta er ótrúlegt. Hleypur á milli tveggja staða. Já, ég mun vera á hlaupum á þeim degi. Maður er það nú mjög oft svona í þessum bransa, maður er að taka kannski 3-4 gig á dag getur verið og þá á maður fótum sínum 4 á launastundum. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Við komum hérna rétt á eftir. Yes, takk. Herbert Guðmundsson og Let the Sunshine In, ekki veitir af. Það er ágætt að hafa sólskinnið til staðar á svona köldum dögum. Já, við getum allan ímyndað okkur að þegar það er svona skamdegi og rillingur. En einhverjir kveiktu nú jólageitinni til þess að gera smá ljós, jólageitinni. Já, Iljasir. Já. Herðu þú gerðist líki síðan aftur? Nú, er þetta alltaf gert í öllum löndum? Er þetta ekki bara íslenskt? Mér skilst þetta sé ekki íslenskt fyrirbæri, sko. Þetta er gert í flestum löndum, skilst mér þess að jólageitin setjum. En ég hef samt hugsað þetta frá annarri hlið, að þeir eru alltaf, þetta er náttúrulega rosalegt eigna tjón og þannig sé, ég er ekki að segja að þú megir skjama eitthvað. Já. En er þetta ekki í rauninni ein allsherjar brjáluð auglýsing fyrir IKEA sem er miklu í rauninni ódýrari heldur en við myndum auglýsa svona, að því það byrja strax svo jólageit kemur upp. Jú. Ekki ennþá búið að kveiki henni, þú eru frétt eitthvað, ekki ennþá búið að kveiki jólageitinni, skilur, þannig að þeir eru að fá alveg stöðuga auglýsingu. Já, veistu hvað gerist síðan í fyrra? Það var svolítið merkilegt. Þá kveiknaði ekki jólageitinni, það kveikti enginn í henni þar að segja, heldur kveiknaði í henni út á rafmagni. Það var búið að setja alls konar varnir og myndavél og allt sko. Já. En þá bara kveiknaði henni út, það var bara sjálfsíkveikja. Já. Þetta var svo mikið hefð að fer þannig sko, ef það er ekki kveikt í henni sko. Þetta er skemmtilegt. En þeir velta fyrir sig núna að hætta að setja upp jólageitina. Það væri vond auglýsing fyrir þá held ég. Já. Væri það ekki svolítið að skjóta sér í fótinn? Ég held það. Já. En í síðasta þætti vorum við Magnús Ver. Já, það var ansið gaman að fá Magnús í heimsókn. Þegar maður fær Magnús Ver, þá verður maður aftur eins og svona lítill strákur. Já. Eins og þegar maður fekk fyrsta He-Man-kallinn sinn, skilur bara, wow, Magnús Ver, skilur við. Já, nema það er sem að hafa fengið sko He-Man í raunheimum sko. Já, nákvæmlega, hann var He-Man raunheimana, skilur við. Já. Að þú veist, ég trúi ekki jólasveina, en ég trúi á He-Man-kalla því þeir voru til í alvörunni þegar ég var strákur og Jón Páll og Magnús Ver voru. Já. Og maður verður alltaf svo krakki þegar maður fær Magnús eða Hjalta í viðtal. Alveg, þetta eru stórkostlega afrekstöður sem menn er að vinna. Já. Og það eitt í þessu, þeir eru góðar fyrirmyndir. Já. Og það er kannski að það ættum að hafa leiðaljós í þessu öllu. Já, ég vil nú samt vara við að, þú veist, kraftliftingar og svona er ekki kannski mjög hottur lífstíl. Nei, en þeir eru svona, þú veist, þeir eru að hvetja fólk til þess að svona aðeins að reyfa sig og láta fólk hafa markmið til dæmis. Já, þeir eru náttúrulega sína gríðarlegan í rauninni aga og fortvísi og hörku í að gefast ekki upp, því að þetta er ekki eitthvað sem að þetta er ekki þæginda íþrótt. Nei, ekki. Þú ert að reyna á öll þolmörk sem þú hefur. Já, öll líffæri í rauninni. Já. Þetta er gríðarlegt álag á líffæri. Og í rauninni leggja því hættu, eins og þegar hann talar að gera sig hæfilega klikkan en samt sko í rauninni vita hvort að gera. Að þú ert náttúrulega að fara og lyfta einhverjum kannski fleiri 100 kílóum. Þannig að þú þarft svolítið að gera þig brjálaðan en samt vera með hausinn réttu stað til þess að þú missir þetta ekki og gerir ekki eitthvað mistök og gerir ekki hlutin og hratt. Já, ég man eftir einum ónefndum kraftingumanni sem að skoist tíma upp á stjörnuhiminin en fóð mjög hratt niður aftur og ég hef ekki síðan bara, ekki 4-5 ár síðan ég heyrði hann síðast. Allavega þá var það þannig, ég var staddur og lendi óvænt inn í einhver svona kraftlýsingakeppni sem áhorfandi. Þar var þessi maður og svo tókst honum ekki, ætlunar ekki sitt. Og það var svona slár til að halda uppi halda uppi lóðunum. Háar. Og það fyrsta sem hann gerði var að slá í slárnar, þannig að það lendi nánast á dómurunum. Já. Skilurðu? Já.
og þetta þetta hegðun sem var ekki liðin í þessar íþrótt sko. En það var það eiginlega áhugaverðasta sem ég fannst í viðtalinu Magnús að ég var að spurja þetta með Bill Kazmaier sem var svona fyrsta stórstjarnan í kraftsportinu og undan Jóni Páli í rauninni sem var ekki boðið aftur í keppna 5 sinnum og ég spurði hann hvort það væri bara spilling og hann mitt fór að tala að Bill Kazmaier var svona gaur sem að rústaði öllu þegar honum gekk eitthvað ekki eins vel og hann vildi og eins og með þennan mann að þetta náttúrulega bara stór hættulegt það ekkert skrítið þú hættir að bjóða einhverjum sem í rauninni bara rústar kannski fleiri miljónum af miljóna króna virði af myndatökuvélum og búnaði og leggur fólki hættu og það má engum muna þegar svona öflug skepna í rauninni í ham einhver bara drepist það nú það sem og þetta allar að hafa í huga sem fari í þessu íþrótt að það ágætt að svona kannski kíkja á skapið í sér áður maður byrjar í svona fara aðeins svo það lendir ekki í ógöngum jóga líka með pínu jóga En mér fannst það samt svona af því að ég get náttúrulega ekki hægt að prísa Magnús Veigar því að hann svona æsku hetið hjá mér að við tölum hvað hann var tæknilegur og mjög margir af þessum kraftamennum voru að tala hann ekkert svo sterkur sko, hann bara svo tæknilegur og ég veit ekki hvað en hann var einmitt svo vanmetinn held ég af því að hann var svo tæknilegur af því að þegar að koma að svona einhver eins og hnébeygju eða eitthvað eða réttstöðu þá vann hann það yfirleitt í sterkast mann heims líka nema kannski hann var kannski öðru sæti fyrir heimsmeistarunum í þessu en hann var nefnilega það var alveg blekkjandi hvað hann var í rauninni með mikið af bara svona hráum krafti líka. Og það líka einmitt það sem gerist í þessari íþrótt að það tækni sem menn nota mjög mismunandi eftir í hvernig að ræða vegna þess að menn mismunandi þyngd, mismunandi hæð og svo framvegis og eitt sem hentar þessum í þessari grein hentar kannski ekki öðrum í þeirri grein. Algjörlega sko. Og þess vegna einmitt það kannski mun flóknari fólk heldur í fyrstu. Já. Þetta ekki eins einfalt og lítur út fyrir að vera. Nei. Þáttur að maður veit alveg að það mjög þungt að lyfta þá tækni atriðin sem þú sér það á skjánum þú sér kannski einn rykkir svolítið í lóðin svona þegar hann tekur þau upp eða jafnvel ítir með til hlýðar svona rétt áður að allt þetta eru tæknilega atriði sem að hjálpa viðkomandi áfram en dugandilega ekki fyrir alla sko. Nei og þetta líka náttúrulega svona smáatriði íþrótt eins og lyftingar frekar heldur en kannski fótbolta þú spilar 90 mínútur og boltinn fer á ýmsan hátt út allt og þú notar eitthvað tækni en þú ert eiginlega aldrei að gera sama hluti nákvæmlega eins en þegar þú lyftir einhverjum 400 kílóum þá ertu að reyna að gera hlutina á alveg nákvæmlega bestaðan hátt þannig að það má engum muna sko. Það bara nóg að þú standir ekki rétt eða standir kannski með fæturnar kannski aðeins svo mikið saman eða svo mikið sundur eitthvað með únliðin eða eitthvað jável sko, sem að gerir úrslitin í þessu Þetta nefnilega hefur líka með það jafnvægispunktur að gera hefur allt með þetta að gera en þú ekki ætlað að fara í svona lyftingar þú ert bara í júdóinu Nei, en ég var samt alltaf, ég hef svolítið verið í svona glímuíþróttum og ég hef eiginlega alltaf heitlast frekar af í rauninni bardaíþróttum af því að mér finnst eiginlega svona bolti, þetta einhvern veginn ótengt í raunveruleikann en ég skil rosalega vel og get sett mér í spor einhver sem að berjast svona, ekki kannski fyrir lífi sínu en allavega í þykjustunni fyrir lífi sínu að það í rauninni drama fyrir mér þegar einhver að berjast og hann tapar en eitthvað hann náði ekki að setja boltan í netið finnst mér ekki alveg höfða nóg mikið til mín en ég var alltaf með svona dellu fyrir þessum kraftsportum og ég í rauninni hitti fyrst Magnús Veigar Hjalt Úrsins af því að ég var í menntaskóla að halda kraftakeppnir og ég væri aldrei neitt sterkur, ég var alltaf bara eitthvað svona 60 eitthvað kílóa rindil þú veist svona mjóna og á þessum tíma þá fekk ég Magnús Veigar Hjalt Úrsins til þess að vera dómara og kynna í svona keppnum sem ég var Já, þeir áttu ekki viljað það? Já Og hvað þessi keppni í dag? Er hún hætt? Já, það engin sterkasti maður framhaldsskólana núna svo ég viti allavega. Byrjaði að halda eitthvað sterkasti maður MH og svo sterkasti maður framhaldsskólana eitthvað svona. Þú hefði þetta að finna arftaka til að taka við þessu? Já, það var engin fyrir það. En þetta alltaf hjálpaði mér síðan að skipuleggja seinna hluti eins og uppistönd og svoleiði sem ég farið út í. Þetta gefur kannski grunnurinn. Já. Það bara þannig. En flæðiskyrið, hefur ekki bara að fara að ljúka þessu í dag? Jú. Takk kærlega fyrir okkur. Flæðiskyrið kveður í dag og við ætlum að fara bara í stefið okkar og auglýsingar og fleira. Ekki jólalag allavega því ekki jólalag, það er ekki billi. Það kemur kannski að því. Takk fyrir okkur. Rökkvi Viltinsson, Jóhann Kristjánsson og Andri Ívarsson var hérna hjá okkur áðan. Verið sæl.